Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrr umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns, skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitin að peningunum heldur líka úti vefsíðunni leip.is, það er leip.is. Þar eru myndbönd fjármál, einstaklinga og ýmislegt fróðlegt. Stofnandi Facebook-hópsins Fjármálatips. Hópurinn er ört vaxandi hópur áhuga fólks fjármál, þar sem allt fjármálatengt milli himins og jarðar er rætt. Velkomin Sædís og takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir að hafa mig. Segðu mér aðeins frá sjálfur þér, hver er Sædís Anna? Ég er bara 33 ára móður úr Keflavík og búin að eiga ansi skrautlega fjárhagslega sögu og þurfti að læra ansi mikið á mínu lífi. Já, og eitthvað sem þú hefur þurft að læra, kenna þér sjálf, kannski? Já, algjörlega. Og það er, þú talar að það sé að sumurleiti ástæðan fyrir því að þú stofnar Fjármálatips. Hvers vegna stofnaðir hópinn? Já, það er henni bara að því mig vantar að vita meira fjármál. Við maðurinn minn erum búin að vera í langa tíma að rétta okkar fjárhafa af og að reyna að finna lausnir til að minnka afborganir og lækka skuldir og bara reyna að eiga gott líf. Og hvernig hefur það gengið? Þú stofnar hópinn í maí 2019 eða ekki, eitthvað svoleiðis. Þetta er í dag 13.000 manna hópur. Já, það er bara miklu meira heldur en ég bjóst við. Já. Bara held að það er kannski bara 200-300 manns og hverju svona nördar og kappakurörum. Þetta er bara, stór hluti af þjóðinni. Akkur heldur þetta sé? Ég held bara, allir hafi áhuga eða vilja í að bæta sinn fjárhag, en vita kannski ekki í hvern fótinn á að stíga og veit ekki hverjum þeir að treysta. Já. Það er svolítið oft þannig að fólk treystir ekki endilega bönkunum og allir vilja fá eitthvað fyrir sig og erfitt að finna eitthvað svona óháðan og þá kannski betra að tala við marga og fá mörg svör. Akkurat. Og taka ákvörðun frá því. Já, einmitt. Og þetta er það eru margir svona tipshópar þarna úti, misgóðir. En þessi hópur er einhvern veginn, hann er öðruvísi. Þarna er fólk að leita að upplýsingum sem er ekki hægt að googla. Já. Og svo líka munurinn þessum með peninga, það eru tölur og það eru oft staðreyndir. En eins og með aðra hópa þar svo hvað og elda þetta lengi, það er allir með sinn tíma. Það er ekkert endilega eitt svo rétt. Nei, einmitt. En með peninga þá er oft bara ein rétt niðurstaða og það er tala sínu máli. Akkurat. Og þetta er svo skemmtilegt út frá því sem við erum að vinna með hlaðvarpið, að opna umræðina svolítið peningamál. Og að því þessi máli hafa virkað svona svolítið sem hálfgert tabú. Fólk er feimið að tala peningamál. Já, það bara alltaf er feimnismál, bara líka hjá mér, það var kannski þénar ekki nógu mikið og erfitt að borga reikninga og það verður bara einhverju feimnismáli og maður ítir undir teppið og svo bara er þetta orðið fjall undir teppinu. Akkurat, það hjálpar nefnilega ekki að setja hluti undir teppið. Og líka bara að maður finnst ekki að maður geta rætt við neitt. Nei. Og þú veit ekki við hvernig maður að ræða, veit maður ekki hvað sem að treysta. Þá er bara auðvelt að hunsa vandamálið eða stofna 13.000 manna Facebook. Já, eða gera það. Það er ágætis lausn á því líka. Nú er þessi hópur búin að vera til í að verða 2 ár. Hvað finnst þér þú hafa lært? Er einhver lærdómur sem þú hafi tekið út úr? Já, maður er mikið lært munin á óverðtryggðu og verðtryggðu íbúðalánum. Það er mjög mikið rætt inn á hópnum. Og lífeyrismál eru mjög mikið rætt líka. Og tryggingar líka, það er bara þessi stærstu hlutir. Já. Og það er mjög gaman að fylgjast með umræðinu sem að skapast þarna og ég hvet alla til að kynna sér þetta og það er gaman að sjá hvað það er mikill áhugi á þessum málum. Já, svo nýlega bættum við þeim fítus að þetta spyrja nafnlaust. Alveg rétt. Og fullt af fólki hefur nýtt það. Þú eru ekki endilega að spyrja undir nafni. Nei. Og þá er þetta góð leið til að aflæsupplýsinga og fá svör. Og þar hefur við möguleikann á kannski að ræða hluti sem þú vilt ekki opna þig Já, og kannski margir sem eru í ykkur pælingum og vil líka fjölskylda sín viti. Já. Og þá er þetta fínn vettvangur að gera þau skjólun aflendar. Já, það er magnað. Aðeins svona þinn bakgrunn, þegar voru peningar umræðefni á þínu heimili? Var rætt peninga á þínu æskuheimili? Nei, ekkert að ráði. Það var engin áhersla að spara peninga eða heldur ekki eyða peningum. Bara einhvern veginn var bara ekki
ekki rættar á því. Nei, þetta var ekki umræðin. Og en hvað hefðir þú viljað vita svona sem þú veist í dag ef þú ættir að hugsa aftur? Já, bara þú veist að byrja að safna snemma fyrir húsnæði. En svo þú veist hefur það orðið erfiðara með tímanum, það var ekki eins erfitt eins og fyrir foreldra á minni kynslóð að kaupa sér fyrstu eins og það er í dag. Og þannig kannski ekki endilega að vera fyrir síð að það er svona stórt vandamál að komast út af leigumarkaðnum. Nei. En hérna já, það er erfitt að vera þar. Já. Og þú talar einmitt líka aðeins, við ræddum aðeins saman hérna áður en við fórum í loftið, þú talaðir um bílakaup. Getur þú sagt mér aðeins svona sögu þína af bílakaupum? Hvernig það hefur gengið? Já, sko, ég kaupi fyrsta bíli minn, bara eitthvað skrjóð á lítinn pening, en ég átti samt ekki pening, en ég tek lán, en foreldrar mín græði allt fyrir mig þó ég hafi sjálf tekið lánið þegar ég fór aldrei í bankan einu sinni og þetta var allt bara græjað. Já. Og ég klára að borga þann bíl og skemman og svo er hérna blúsandi góðæri og þú veist, ég heyri í útvarpinu að Toyota sem útsölu fífun í Kópavoginum og fylgja flugmiða með hverju kaupum. Já. Og mér vantar bíl. Já. Þannig við tekum vin með mér og við förum að finna bíl en ég ákvað reyndar að vera skynsum, það var verið að sína mér eitthvað fína Avensis á 2 milljónir og það voru töluverðir peningar. Það voru töluverðir peningar þá, 2007. Já. En ég ákvað bara, mér langar að vera Yaris og ég finn ódýrasti Yarisinn sem betur fyrr. Og ég skrif undir lánapapíra 100% erlend lán í svissnesku fröngum og jenum og keyri bara bílum í burtu. Og það bara gengur vel í eitthvað tíma þar til hrunið kemur og afborgunna þrefaldast. Vá. Já. En sem betur fyrir keypti ég ódýran bíl, þannig afborgun átti bara að vera í kringum 10.000 til að byrja með, þannig þær fór ekki upp í nema tæplega 40.000 þegar verst var. Akkurat. En það var samt mikill peningur því ég bara lagði því með að borga 10.000. Já. Og gekk alveg vel, ég held ég hafi tekið lán á besta staðnum miðað við það sem fólk var rendi. En þetta er einmitt svona kannski, þú talaði líka um það að verða það að verða fjárráða í hruninu. Já, það er bara mikil áskorun. Bara, ég man eftir þegar bara 17 ára að labbaðum í Smáralind og Kringlunni og það voru jakkafattamenn á öllum hornum og á tímabili voru þeir að targeta ungar konur. Já. Og nokkrum árum setna þá fæ ég símtal bara með afsökunarbeini, þú veist hvernig var tekið á þessu. Já, þá var einhver aðili sem var ekki heiðarlegur í þessum að safna sér skjólstæðingum og notaði bara öll sín brauð til að safna viðskiptunum og Það er þó ágætt að ringja og þú veist gott að svona menn séu stoppaði sem voru ekki að fara heiðarlega þú veist, all fræðsla er góð en þetta var gert fyrir öðrum ástæðum. Fræðslan þarf að vera rétt. Já. Og það er líka í þessu þú talar um að þegar þú ert 18 ára og verður fjárráða að þá færðu símtal frá bankanum með svona fjármála fræðslu. Já, það er ég er bara í skólanum og það hringdi í mig og mér er búið óskar mér til hamingjum ammalið og kynntur yfirdráttur. Þú veist að það séu svona vextir og ég get bara fengið yfirdrátt og þurfum ekki að borga endilega strax bara eftir því sem ég hendar. Akkurat. Og bara spurt þú veist hvort ég vilji fá yfirdrátt og vilji fá 100 € skall og það er bara að setja það inn á reikningi minn núna. Og þá það reyndar ekki en þú veist gerði það fljótlega eftir það samt. Já. Og þannig þetta er frekar ruglað Já, og þetta var þarna ert þú einmitt 18 ára og á þessum tímapunkti, hvernig fannst þér skólinn hafa búið undir þetta að verða fjárráða? Ekki neitt. Ég vann ekki eftir neinni fjármálafræðslu í skóla, ekki framhaldsskóla og ég hef lengi bara haft það svona áhugamál innan með mér að lífsleiknikennsla ætti að vera nýtt betur og þú veist, allan grunnskólan og allan framhaldsskólan ætti að vera fag alltaf því það er svo mikið sem er að kenna fólki, þú veist, ég kenni 1 tíma á viku og það er að setja mikla fjármálafræðslu þar inn ástand bara annarri fræðslu og þú veist, einhvern veginn snýst allt peninga, þú veist, sama hvað
maður kemst ekki gegnum lífið án þess að fást peninga. Já, og bara alls konar bara fræða fólk bara margt, það kemur alltaf niður að sama, peningar. Akkurat. Sérðu mun þú átt á börn á skólaaldri, það ekki? Fá þau fjármálafræðslu í skóla, finnst þér? Nei, ég er með börn í 4. og 6. bekk, en ekkert eitthvað svona sem þau hafa rætt eitthvað sérstaklega og ég hef skimað yfir stundaskrána til að sjá hvort það sé eitthvað svona ákveðin tímar sem væri sniður í svona og ég er ekki að sjá það að það sé, það er bara þessi basic fög. Já. Þannig að þetta, þú heldur að þetta hafi ekki breyst, allavega ekki tækifæri? Nei, hann vildi alveg bara rosalega vannýtt. Já, þannig að það er tækifæri til að gera betur. Algjörlega. En aftur aðeins að þinni sögu, sko, þú talaðir þegar við ræddum hérna saman að 18 ára þá fer svona af staði kannski eitthvað svona skuldasnjóbolti hjá þér. Já, þannig lagað, ég kaupi bíl og ég fer að ferðast og ég fæ mig kreditkort og maksa kreditkortið og dreifið í og maksaði aftur og það dreifaði lengra og svo er ég borgað svo mikið í kreditkorti að ég get ekki að borga reikninga, þannig ég endaði að taka neyslulán og svo, þess að komið hrun og afborgarnir hækka svo mikið á bíllánu og ég ræði ekkert við það og flytta milli landshluta og hvernig held áfram bara að safna reikningum og enda á þeirra að taka annað stærra neyslulán og á þessum tíma er ég svo ólétt af fyrsta barninu mínu og með þetta erlenda bílalán, þannig byrjaði rosalega illa. Þetta er erfið forgjöf, sko. Já, og þarna var ég bara átti að vona barni og með stóru skuld og ekki nema réttrumlega 20. Já. Og svona heldur þetta aðeins áfram. Já, og svo þá fór ég, það passa mig, borga alla reikninga, hélt öllu mínu hreinu og tók bílum bara númerum, þannig ég borgaði bara láninu, var ekki að borga aðra önnur gjöld og var bara bíllaus í ár og til að passa mig að geta borga allt sem ég ætlaði að borga. Akkurat. Og svo kemur kaflaskiptum sem ég bara, mér langar bara að fara heim, bjó hérna með landinu, með lítið barn og langt frá fjölskyldu og þegar ég nýflutt aftur hérna með landi þá kemst ég að ég er óleitt að barninu með 2 og þá verður það svona vatnaskil, þarna stendi ég myndi verða einstæð móðir, þá með 2 börn, ég var ekki með neina menntun, bara með skuldir og ekkert plan, ég vissi að ég vildi ekki búa þar sem ég átti heim, eða þar sem fjölskyldum mér býr og hafði rauninni samt engan annan stað til að fara á. Ég skil þig. Þannig þá fór svona að leita, hvað get ég gert til að bæta stöðuna mína. Ok, og hvað fannstu? Ég fann nám sem heitir Menntastóðir, sem ég kennt í staðnum í Reykjanesbæ og þar var mér bent á ódýra leiguíbúðir upp á Ásbrú. Einmitt. Og ég bara ákveði að slá til og ég hringi á leikskóla þarna á svæðinu, bara hvort ég tæki yfir höfuð rúmlega eins og skummilbönn og bara hvort ég ætti laust og það er einhvern veginn bara sem gengur allt upp, bara ég fæ inn í námið, ég fæ íbúð, ég fæ leikskólapláss og mánuði setna var ég flutt. Var þetta ekki mitt, þetta gerist allt á sama degi? Og svo byrjar allt á sama degi. Þannig þá ertu komin á betri stað með þetta. Já, allavega komin einhver bjartsýni og á þessu tíma var ég á atvinnuleysisbótum og gat verið á þeim í þessu námi. Og þegar ég væri búið með þetta nám þá myndi opnast fyrir mig að fara í Keili og það er það sem ég gerði. Og ég klára það reyndar ekki alltaf réttum tíma, eða á sama tíma, átti einn áfanga eftir sem ég tók bara núna 2017, þannig formulega úrskrifast þá. 2017, maður hugsa, það er svolítið síðan, það er komið 2021. Já. Það var ég þessu námi 2012. En fór í háskólan á milli og fór að læra ferðamálafræði og reyndar ekki búin að klára það, bara býður betri tíma. En þú ert ekki lengur þarna? Nei, jú. Þú ert þar, en ekki sama húsnæði? Já. Þegar ég kynnist núverandi manni mínum 2014 og hann býr bara hliðina mér á gamla staðnum. Og bara þegar við förum að búa saman þá bara þurftum að fá bara stærra húsnæði, þannig við flyttum á milli húsnæði. Og svo 2018 þá kaupum við íbúð á Ásbrú. Já, hvernig fóruð það því? Hvernig tókst ykkur að spara fyrir íbúðinni? Við vorum búin að vera að spara í einhver tíma en áttum ekki nema 1.000.000 í
í sparnað og það sem þetta voru fyrstu kaup þá gáttu tekið 90% lán frá bankanum þannig við þurftum 3 milljónir og sérstu nýttum eitthvað smá séreignarsparnað sem við áttum uppsparnaðan og þessa milljón sem við áttum og tókum svo lán fyrir restinni þar sem okkur vantaði upp á þannig í heildina voru þetta 4 lán til að kaupa þessi íbúð en á móti kemur þá var þetta ekki dýr íbúð þannig en áborgarnir voru til að byrja með frekar háar og við bara nýttum allan auka pening í að borga niður þetta auka lán, það 5 ára lán sem við tókum og það fór bara allt kapp í að klára það og þá gáttum við svona aðeins losaðum og fórum þá borginu næsta og við erum búin að borga það líka. Ég sá færslun á fjármálatips þegar síðasti greiðsluseðlinn. Þegar ég borgaði upp lánið. Einmitt, bara. Fengum smá óvænta pening upp hendunar og nýttum hann í að losa okkur við lánið og þar með eiga 30.000 meira á mánuði. Það er rosalega góð ráðstöfun á peningum sem að koma óvænt. Ég var að hlusta síðast að þátt að viðtalið og þá varum talað að maður lítur öðru þess að pening hvort það sé endurgreiðsla eða bónus og ég tengdi mjög mikið við það. Og ég spurði bara fólk í vinnunni í dag bara, hvernig þau hugsta og það hugsta allir eins. Bónus er eitthvað sem getur bara gert eitthvað skemmtilegt við. En endurgreiðsla er eitthvað praktískt. Og þetta eru sömu peningar. Þetta eru sömu peningar. Jafn miklu peningar og bara við nákvæmlega sömu aðstöður, þetta er bara að fá annan merkjum. Þannig það er alveg freistandi þegar maður fær eitthvað pening um hendunar að gera eitthvað skemmtilegt. Og sérstaklega þegar maður er ekki búin að leyfa sér neitt í mjög langan tíma. Nei, einmitt. Og þetta er einmitt svona, þetta er til marks bara fjármálalæsi og færni í fjármálum að geta notað svona. Ef þú hugsað tilbaka, hefðirðu gert það sama fyrir 10 árum? Nei. Alls ekki. Nei, það hefði bara verið bíllið utanlandsferði eða algjörlega. Hvað breyttist í millitíðinni hjá þér? Breyttist hugarfarið? Já, hugarfar og svo líka bara koma ógeð að vera í þessar fátækargildru og þurfa alltaf að pæla hver innkaup. Við gerum það alveg ennþá það er kannski líka bara að vana og ræðum öll útgjöld fyrirfram og en það er bara rosa mikill lúxus að vita að geta borgarreikningarna sína og eiga pening fyrir mat og nauðsynjum. Og ég get ímynda mér að það sé líka þessi tilfinning þegar þú ert ekki á góðum stað og ert að ströggla við að slást við mjög erfið og leiðileg lán að því fylgir ekki aldrei vonleysi ef þú sérð ekki fram úr hvernig þú ætlar að vinna því út úr því. Þannig að þetta orðið svona áhugamál hjá mér og mannum mínum að við borgum aukalega og það er svo gaman að sjá árangurinn. Og við endurskoðum þetta alltaf á 3 mánaða fresti hvað umfangsgreiðslan er og það er svo gaman að hækka hana að því við sjáum árangur. Þannig við höldum alltaf þessum greiðslum, við erum alltaf að borga, setjum okkur bara ákveðu hvað við ætlum að borga á mánuði og þá er bara meira umframgreiðsla. Eru þið samstíga í þessu, þú og maðurinn? Já, og við erum það. En þú veist, alltaf bara eðlilega getur alveg skapa ágreining. Sjálfsögðu. Þetta er alltaf þreytandi málum til lengdar og eigum alveg bæði til að við erum svona mikla þráhyggju. Og ég kannski að gefast upp bara, þú veist, það væri bara, getum bara farið til Spánar. En þá stígur hann inn í og bara við fyrir til Spánar á þar næsta ári og borgum niður lánið. Já, sko bara klára þetta, þá getum við spara fyrir því. Frábært. Eru þið búin að setja ykkur markmið í fjármálum? Ætlið þið að, veistu hvenær ætlið að hætta borgin á lánin? Ætlið að borga þið niður bara þangað til þið hverfa? Sko, markmið er að við keyptum íbúðin okkar bara til að komast inn á fasteignamarkaðinn. Því draumaugnin okkar beggja var ekki fyrstu kaup. Nei. Þannig það er inni markmið núna, er að borga aukalega inn á fasteignina til þess að vera með meira til að kaupa næstu eign og það er unni bara markmið núna og sjáum fram á bara næstu 3 árum að vera með nóg mikið til að Frábært. Finnst þér þú þurfa að færa fórnir til þess að ná þessu markmið með þetta eitthvað sem þú sáttu að gera? Ég er alveg sáttu að gera en þetta er alveg mikla fórnir við erum ekki að ferðast erlendis ekki hægt núna. Það er enginn að því núna en þráttu, ef allt væri opið þá væri við líklegast ekki að ferðast hvort þið er.
og við bara erum á ódýrum bíl, við uppfærum síman okkar ekki nema nauðsynlega verðum að gera það. Nei, einmitt. Og svona, barnið mitt með gamla síma minn, það ekki til hjá okkur því það bara, gamli síminn bara brotinn og batteri búið og... Já, getur ekki meir. Já, getur ekki meir. Já, þannig að þið nýtir hluti mjög vel. Já. Og eitt af áramóti heita núna að kaupa nýja ryggsugu þegar maðurinn minn búin að laga hana svona 10 sinnum. Ok, það er gott að geta gert í ryggsugur. Já, og en nú ætlum við að leiða okkur að fara í þau kaup. Já. En eins og sko, hvernig horfir það við þér? Sko, okkur tíðrætt í þessum þætti svona neysluhyggju og lífsgæðakaplöpi. Hvernig blasir það við þér? Er verið að halda að okkur einhverjum sem við þurfum ekki eða hvernig? Alla daga. Já. Það bara endalaust, bara auglýsingar í fréttunum, á samfélagsmiðlum, áhrifavaldar. Það allir að sýna eitthvað og það allir að auglýsa eitthvað. Og allir þessi hópar líka, fólk að deila því sem og maður sér eitthvað og maður verður að fá. Tökum svo gleði Costco gleðihópin. Það alltaf verið að sína hvað til í Costco, allir þurfa að kaupa. Já. Ég búin að vera hugsa í marga mánuði, kaupa airfryer. Allir í Costco að kaupa airfryer. En ég hef ekkert pláss fyrir airfryer. Ég hef engin not fyrir airfryer. Ég veit ekki einu sinni hvað það er. Já, ef ég á að vera alveg heiðarlegur. Já, djúpstekingapottur með heitri gufu. Svona hollari kosturinn. En rosa sniðugræja. En það sem ég kaupi aldrei neitt í flýti, þá humma ég alltaf að mér þangað til þörfinni að lungunni fann í burtu. Já. Það er rosalega góður kostur. Já, bara ef ég sé eitthvað sem ég langar í, ég fer aldrei og kaupi það. Nei. Ég hugsaði málið svo lengi að oftast bara verður ekkert úr þessum kaupum. Það leysir sér bara sjálf. Já. Sko. Já, ok. Já, þannig bara það allt bara svona útpælt hvað við kaupum. En við kaupum alveg óþarfa og við kaupum alveg nýjungar og en það aldrei svona kvatakaup. Nei. Það er mjög dýrmætt og gott að geta tamið sér það af því þau eru svo lúms. Já, og oft seti ég körfu á netinu og svo bara verður ekkert úr þeim kaupum. Það kannski liggur í körfinni marga vikur Tínir bara upp úr henni eftir. Já. Svo gott dæmið, maður minn byrjaði nýri vinnu og þurfti að taka örbylgjöfn heimilisins. Það var ekkert örbylgjöfn og hann var bíllaus því skuldlaði hann vinnuna. Hann tók bara okkar, hann var orðinn þreyttur og ætlaði bara að kaupa nýja þegar við myndum þurfa. Já. Og svo bara kom svo þörf ekkert. Nei, einmitt. Það var svona helst þegar við vorum með pelabann og þá býðundum hann að móta. Og svo bara einhvern veginn glemdist það og svo allt einu bara hættum við pela og við varum búin að setja okkur við hraðsvíkjetilinn og það bara gekk upp. En við hefum ekki séð þörf fyrir örbylgjöfn 6 árum setna. 6 árum setna? Já. Þannig að örbylgjöfn ennþá í vinnunni hjá mannuðinum eða hvað? Já, þetta hætt á þeim stað og þegar við keyptum íbúðin okkar þá var ekkert pláss fyrir hann og við vorum búin að lifa það lengi án hann hvort sem er. Þá var hann bara gefinn. Já, frábært. Hvernig þú settir inn á fjármálatips smá sögu af dótturinni. Já, það er sérstaklega allir foreldrar tengja við það að það er aldrei neitt til í skápunum og bara allt vont og kaupir aldrei neitt gott og aldrei neitt til og samt sem áður allir skápar fullir. Já, bara áleika renn út í skápnum og bara allt til. Þannig og þegar ég spyr svona, hvað myndir þú vilja? Eitthvað gott. Og mann enni þess ekki til lengdar. Þannig við ákveðum bara að pröfa til raun að hún fengi sérst að sjá að gera matseðil og innkaupalista og sjá fjármálin í viku. Hvað er hún gömul? Hún er 11, hún verður 12 ára þessu ári. Og rosa flott og klár stelpa. Og þannig við settist niður og þá reglulega hún mætti nýta eitt úr fristinu, hún mætti nýta fisk til að setja á matseðil til að minnka matarkostnað. Ok, þannig hún fái smá svona meðgjöf. Já, ok. En flest annað þyrfti hún að hugsa til að kaupa. Og hún gerði það, hún setti fisk á matseðilinn því markmið hennar var sérst að við færum á KFC í lókun vikunar. Hún nægan afgang til að fara öll saman 5 á KFC. Okay. Og þetta var mjög skemmtilegt og hún var mjög skynnsum að búa til matseðil og hún þetta hugsa út í allir þetta taka nesti í skóla og vinnu og eitthvað til eftir skóla og vinnu. Þetta er frábært. Og þetta gekk upp alveg nánast upp á krónu. Okay.
við gátum farið á KFC síðasta daginn. Hvernig kunni hún við þetta? Hvernig fílaði hún sig í hlutverki fjármálastjóra? Bara vel. Bara fannst alveg spennandi að búa til matseðilinn sjálf. Fekk bara alveg frjálsa hendur þar. Já. En bara fekk náttúrulega ráðleggingu, þú veist, hún vildi hafa pítu og þú veist að reikna út bara hvað máltíðin kostar og þú veist hvort það verið sniðt að kaupa eitthvað hráefni sem geta nýtt í meira en eina máltíð. Já, það er sniðugt. En þetta var mikill lærdómi fyrir hana og líka fyrir okkur að standa á hliðarlínu og þú veist, ekki að taka ákvörðun fyrir hana og leyfa henni að brenna sig á sig sjálf eða svo við erum bara tilbúin að svara allir spurningum og hjálpa henni að reikna út. Já. Sérst hvort það verið raunhæft. Stóð þetta tæft einhver tíma? Var eitthvað? Nei, það var bara raunni, já. Við fórum hann að eina stóra búaferð og svo fórum við eina svona áfyllingaferð og það bara, já, það gekk mjög vel. Þannig að skipulag er svona kannski lykilatriði í þessu? Algjörlega. Já. Lærið hún eitthvað af þessum finnst þér? Það hefur minna verið að það er ekkert til. Það er minn það? Já. Ok, þetta er gott trikk fyrir foreldra, bara láta börnin hafa kreditkortið í viku þegar við 30 skall reddið þessu. Já, virkilega. Talar peninga við börnin og þið? Já, alveg bara töluvert. Já, hvernig, að þú segir sko skólakerfið, það hjálpaði þér ekki, ég get alveg sagt það, ég fekk ekki mikla fjármálafræðslu þegar ég var ungur. Hvernig nálgastu börn og peninga? Við erum bara opin með að við séum að borga aukalega til þess að hafa það betra seinna meir og við erum bara mjög opin með það og börnin skilja það vel. Já. En svo náttúrulega líka leiðilegt að allir eru svo rosalega fínt og við erum kannski ekki endilega að kaupa sömu hluti en það er líka kannski ekki að því við erum að eðlum peningum með annað, heldur bara ég ekki áhuga að taka þátt í því. Nei, einmitt. Þetta er neyslu kapur. Já. Og ég hef aldrei haft neitt sérstaklega áhuga að kaupa allt sem allir er að kaupa. Akkurat. Og oft sagt að svona, ég hef alltaf verið lúði og ég er bara svona sagt með það. Þannig það er ekkert svona sem heillar mig að hlaupa eftir hlutunum sem allir eru með. Okay. Þannig ég hef alltaf farið svona ótrúna slóðir. Já. En svo hef ég oft rætt við eins og sérstaklega eldri stelpuna og þegar hún fyrir að vinna þá myndi ég mæla með að helmingur færi sparnað fyrir fasteign og 25% færi annan sparnað og geti haldið sérst þessum 25%. Þetta er góð hlutfall. Já, og sérstaklega þegar það er ekki neinn útgjöld þá er þetta bara akkurat. Nýta sér það til fulls að spara. Hvenær sérðu fram að hún byrja að vinna? Hvaða aldur er? 16, 18 eða? Helst fyrr. En svo náttúrulega verður bara spurning hvernig verður í þjóðfélaginu, hvort það verður yfir höfuð möguleiki fyrir. Akkurat. En svo náttúrulega barnapössun og þetta. Já, fara út með hunda og eitthvað. Labba með hunda og reyta arfa og taka til í görðunum hjá fólki. Það er alls konar hægt að skapa sér. Já. Ertu með þessu meðvitað að sá fræjum hjá henni að nálgast peningar? Algjörlega. Já. Og líka bara það er rosalega erfitt að vera með 3 börn og safna sér fyrir fasteign. Það er bara, þannig myndrömmir að börnin mín geti umkipt sér litlar íbúðir sem þau geta svo nýtt upp í stærri eignir eftir því sem þörfin eykst. Já. Er þetta svona, ef þú horfir tilbaka, er þetta það peningauppeldi sem þú hefði viljað fá? Já, algjörlega. Á sínum tíma? Já. Og maðurinn minn hefði viljað og vinkonu mín hefði viljað og... Já. Og þetta, og þarna erum við svona kannski komin í hring að sko með fjármálatips. Þú gengur í hluti, þú farið yfir sko eins og segir skrautlega sögu fjármála það sem að þú ert að fjármagna þig á lánum og vondum lánum í daldinn tíma en þetta brýtur þig ekki, þú tala mjög opið þetta og lærir af þessu. Já, algjörlega. Og kemur tímabil eftir ég flyt til Keflavíkur og verð einstamóðir tæpa ára setna og þá komum 2 börn í leikskóla og reikningarnir bara hlaðast upp og innkoman ekki mikil og þá fer ég aftur að steypa mér í skuldasúpu og þarna er ég bara ein með stelpurnar og hefur ekkert stuðningsnet á staðinum. Akkurat. Þannig að öll vinna var bara á leikskólatímum og svo kemur frí í leikskólanum og þá var ég bara launalaus og alls konar svona sem var til þess að ég bara, var komið mjög langt aftur með reikninga.
og sérstaklega eins og með leikskóla á leigu, þetta er einhver mánaðir reikningar, þannig að missa 1 mánuður er slæmt og svo þú veist, þegar orðin 2 eða 3 þá eru það bara 100.000. Safnast þetta upp. Já, og þannig þá var svona eiginlega pæling, þú veist, hvernig vil ég tekla það, þú veist, get ég tekla þetta ein eða, þú veist, ef ég kynnist einhverjum, þú veist, er það þeirra ábyrgð að hjálpa mér út úr þessu eða... Já, eru þið raunverulega teymi? Já, þú er einhver að fara að, þú veist, taka mig að sér, þú veist, kona með 2 börn og hauga skuldum. Já, einmitt. Hvernig var sjálfsmyndin í kringum það? Já, hún var bara ekki góð og bara andlega heilsan var bara mjög slæm á þessum tíma. Já. Og svo bara, já, þú veist, þunglynd og kvíði það og peningar eru ekki vinnir. Nei. Og ef þú getur ekki borga reikningana og þú veist, þú ert með kvíða þá verður þetta bara allt mjög óyfirstíganlegt. Einmitt. Og þú veist, það er erfitt að biðja aðstoð, maður veit ekki alveg hvar maður á að biðja aðstoð heldur. Nei, það er ekki, hún er kannski ekki víða. Nei, þannig svo fyrir þetta svona, þú veist, smá saman, er ég að ná að borga meira skuldunum held ég hafi gert áður og þegar ég kynnist núverandi mannir mínum, þá hann aldrei skulda neitt, aldrei er með yfirdrátt, aldrei verið seinna borgarreikning. En hann er engin auðmaður eða hann er bara... Nei, hann var bara venjulegur maður að vinna, vaktavinnu upp á flugvelli. Akkurat, já. Hann bara með svona peninga mindset kannski. Já, bara þú veist, já, hann aldrei stift sér innan skuldir, þannig það var svona heppilegt fyrir hann að gæti alltaf borga sína reikninga. Akkurat. Þannig það var svona, þú veist, erfitt að minna hálfu þegar fórum að hefja samband og þurfa að opna mig það að vera á stemmistað fjárhagslega. Já. Og þú veist, ofta alveg bara með hvort ég fengi að halda íbúðinni eða leikskólaplássi. Og hann hjálpar mér að rétta kútnum. Já. Og hann flýtur inn til mín ekkert löngu seinna og þú veist, þá fyrir hann bara að taka þátt í bara öllum rekstri heimilisins. Já. Og þá bara var auðveldar að fara að steiga við þessar skuldir. Akkurat. Og þeir standi saman í þessu. Algjörlega. Já. Hvað ef þú ættir að svona úr þínum reynslubanka, ef þú ættir að taka svona kannski helstu punktana, hvað ætti fólk sem að heyra þetta að vara sig á og hvað ætti það að gera meira af? Sko, það sem mér finnst þegar maður er með börn og fæður sér nýja maka, þú veist, það er allir pakkin. Þú veist, það er bara ekki, maður er ekki í sambandi með bara einstaklingunum heldur, þú ert að taka heimili sem heild að þér og ert að fara að hluta því. Já, þú ert að ganga, það eru tvei heimili að ganga algjörlega saman. Þannig ég var alveg ákveðin að ef ég færi í annað samband, þú veist, það yrði á bara algjörum jöfningi að grundvelli og þú veist, ég var ekki í þeirri stöði að geta haldið heimili og átt afgang, þannig þú veist, ef þetta gerir eitthvað, þú veist, það var ég aldrei að fara að geta gert neitt. Akkurat. Nema að þetta væri bara samvinna. Akkurat. Það er mjög mikilvæg nálgun á hlutina. Já, og svo líka, þú veist, ef maður er að safna reikningum, þú veist, gera ekki neitt. Það er bara það er fullt að hjálpa núti og það er erfitt að leita sér hjálpar, en það er alls konar úrræði í boði. Þannig ekki fela sig undir teppinu? Nei, og það gerir bara verra. Já. Það bara... Já. Finnst, hvernig taka börnin þessum fókus ykkar á að svona, hvernig þið nálgist peninga? Bara ágætlega, flestu leiti. Svo er þessi elsta, hún ætlar að fara að detta á svona úlingsaldur og þá er svo mikið svona, þú veist, að vilja kaupa sér eitthvað flott og skemmtilegt en ég hef mikið nýtt mér bara svona umhverfisástæðum að kaupa notuð föt og kaupi mikið í barnaloppinni og Víkubásum og Trendport og þessum stöðum og mér finnst það bara frábært. Þú veist, þarna eru hlutir sem er ekki lengur notkun hjá fólki þegar að komast í notkun hjá einhverjum öðrum. Já. Og þú veist, Rauður Krossinn og þetta er allt alveg fullt af fötum að það er bara fullt, alveg nauðsynlegt að koma fötum í notkun og ég vil bara vera þáttakandi í því. Og þetta hefur alveg verið svona ströggl, þú veist, ég vil fá nýjar buxur, þú veist, ekki kaupa notaðar buxur. En svona daginn þá kaupi ég 2 merkjabuxur handa dóttur minni á 2 á undir hálfverði 1 nýjar og það sér ekki á þessu, þú veist, þetta er nýtt. Akkurat. Og þarna farið mitt saman svona
þessi sívaxandi áhersla á sko einmitt umhverfis og loftslagsmál og bara það að eyða ekki peningum í sko liggur við óþarfa. Svo vantaði þessi yngri dóttir minni úlpu daginn. Ég hefði getið farið að keypt nýja úlpu fyrir 10-15.000 en ég fer sérst í extraloppina í Smáralind, finn frábæra dúnulpu frá mjög flottu merki sem eru mjög dýr og kaupið hann á 10.000 og þá er ég að fá miklu, þá er ég að fá 40.000 úlpu í stæði fyrir að hafa keypt 10.000 úlpu í Ellingsen eða eitthvað sem er náttúrulega líka alveg fínt en sérst þarna þá er ég að koma áframhaldandi lífi í einhverja flík sem einhver annar er hættur að nota. Algjörlega, það er ótrúlega dýrmætt. Já, og bara ótrúlega mikilvægt fyrir alla. Sko nú, sko þín saga, þú hefur þú tekið svolítið svona fjárhagslegum stakkaskiptum, þú farið úr því að vera bara þú veist, ekki ráðandi við hlutina yfir í það að ná stjórn á þínu eigin fjárhagslega lífi. Hvernig tilfinning er það? Það er bara alveg frábær tilfinning. Þarna 2012-13 þá hefði ég ekki getað séð fyrir að 10 árum setna, eða innan við 10 árum setna var ég komin í eigin húsnæði og búin að eignast mikið í því. Nei. Og þú veist, og ég ekki vandræði með að borga reikninga, þú veist, það er bara og það er bara mikill léttir það var svo íþyngjandi í svo langan tíma. Því þó svo að peningar sé ekki upphaf og endir alls að þá, ef maður er ekki með nóg að þeim þá veldur það vanlega. Já. Verðurðu, að því nú ert þú sko, hvort þið líkar að betur að það þú ert orðin fjármálamógull hérna, með risavaxin hópa fólki í þessum hópi er nálgast, þú veist, verður breytingu á fólkinu í kringu þegar það farið að spyrja þau fjármál og svoleiðis? Já, það hefur alveg komið fyrir og ég hef alveg fengið spurninga, þú veist, ég er spáð að kaupa mér íbúð og þú veist, hvernig er best að gera, þú veist, bara, hvað þarf ég að hafa í huga en ég er engin sérfræðingur í þessu en þú veist, bara deili þá bara minni reynslu sem hefur verið mjög góð og það sem er oft þegar fólk er að kaupa íbúð og var í okkar tilfelli að við vorum með allt og háa kröfur hvað við vildum fá til húsnæðis. Já, þú veist, það þarf að vera þetta og þetta en svo bara lækkun kröfuna þá sáum við að það var bara miklu gerlegra þú veist, og gera þá þetta, þú veist, að kaupa íbúð sem planar að fjármagna næsta húsnæði. Þannig að horfa ekki á fyrstu kaupin sem síðustu kaupin. Algjörlega. Og þó enginn finnst skemmtilegt að flytja, þá er bara, það er mjög óraunhæft að fara að kaupa húsnæði, fyrsta húsnæði sem ætlar að búa í allæfina. Já. Og húsnæði, sko kostnaður við húsnæði og samgöngur og matur, þetta eru langstærstu kostnaðarliðir allra og ef þú getur haldið niður í þessum kostnaðarlið, að þá áttu meiri peninga til að halda áfram og fara lengra. Já, algjörlega. Hvað er það besta sem þú hefur gert í fjármálum að þínu mati? Það er rauninni bara, Íbúðin? Já, íbúðin og líka bara að vera að borga svona aukalega til þess að lækka mánaðarlega kostnaði og það sem við hefum líka verið ansett hrættum sérstaklega eftir að COVID byrjaði er annar hrun og við búum á svæði þar sem er mikið atvinnuleysi og er láglaunasvæði að ef maðurinn minn myndi vissa vinnuna þá væri við alveg í vondum málum þannig það hefur verið áhersla síðast árið að gera allt til að lækka sem mánaðarlega afborganir til þess að vera betur stödd ef við verðum fyrir tekjumissi. Eru þið búin undir hann? Eru þið með varasjóð? Við erum ekki með varasjóð en við erum búin að vera að nýta til að lækka afborganir. Við höfum náð að lækka afborganir bara á húsnæðinu 100.000. Vá. Á þessum stuttu tíma sem við erum búin að eiga húsnæði. Það er vel gert. Frá þessum 4 lánum sem við tókum upp af við. Já. En er í 1 eða 2 þá? Eða 3? Við erum 2 núna. Já. Vel gert. Já. Og það annar láni sem við erum með, það var tekið til 15 ára en við sjáum fram á að borga þess einasta leið eftir ár. Okay. Það er innan við 5 ár. Þetta er metnaður. Þetta er mikill metnaður. Já. Hvernig sérðu hópinn þinn fjármálatíp, sérðan einhvern veginn þróast? Heldur að þetta verði áfram bara svona samfélag fólk sem er að leita fjármálaráða eða heldur þetta mun einhvern veginn breytast út í eitthvað? Já, ég held að þetta verði mikið svona spurt og svarað hópur. Já. Og svo er spurning hvort að
það er verið eitthvað þróaðar í spurningarnar, það getur alveg vel verið. Já, finnst þér þú finna, sko mun á hópnum eða kannski mun á fólki? Já, svona undanfærið þá er mikið búið að koma pælingar fjárfestingar sem hefur ekki verið, var ekki hingað til, sko. Nei, okay. Þá fólk orðið áhugasamt að fjárfesta í sjóðum og svolítið, það var ekki fyrir árið síðan. Nei, það er spennandi að sjá. Þannig að þetta er í mikill í mótun. Já, algjörlega. Algjörlega. Heyrðu, ég held að við látum þetta verða loka orðin í þessum þætti. Takk að þér kærlega fyrir komuna til okkar hérna í leitina af peningunum. Búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt. Nú, ef þú hlustandi góður lumar og áhugaverði sögu heimilisfjármál eða vilt spyrja spurninga og hugsanlega benda á góðan viðmælanda fyrir þáttinn, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina af peningunum. Takk fyrir að hlusta.